Ég býð ykkur velkomin til fundar, 27. fundur sveitarstjórnar, Langaþings ytra. Áður en göngum til formlega dagskrár legg ég til að liðir 9 af 10 koma undan lið 5. Það samþykkt? Já. Við byrjum á lið 1, byggðarráð Langaþings ytra, fundur 28. Þar vísað til umfjöllunar einstaka liði en fundargerðin að öðru leyti staðfest. Tekin úr liður 1.1.8, endurnýjun félagslegra íbúða sveitarfélagsins, niðurstaða byggðarráðs í tengslum með endurnýjun félagslegra íbúða sveitarfélagsins, þá heimilar byggðarráð fyrir hönd sveitarfélagsins Langaþings ytra að veð sé flutt af 331 yfir á Sandöldu 4C, Sandöldu 6B, Snjóöldu 1C, Snjóöldu 2D, Skyggnisöldu 1B og Skyggnisöldu 3D á Hellu. Jafnframt Ágústi Sigurðssyni sveitarstjóra, kennitala 30 1064 4879, veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess fyrir hönd Langaþings ytra að móttaka, undirrita og gefa út og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast veðflutningi þessum. Samþykkt samhljóða og tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun byggðarráðs, orðið er laust. Enginn kveður sér hljóðs, þeir sem getur samþykkt þessa tillögu gefur merki. Tillagan samþykkt samhljóða. Lið 2, tónlistarskóli Rangæðinga BS, fundur 20, fundargerðin til kynningar. Liður 3, Oddi BS, fundur 31, fundargerðin til kynningar. Liður 4, atvinnu- og menningarmálanefnd, fundur 13, þar vísað til umfjöllunar einstaka liði, en fundargerðin að öðru leyti til kynningar. Tekin er liður 4.3, framkvæmdasjóður ferðamannastaða, áherslustaði sveitarfélaga. Niðurstaða atvinnu- og menningarmálanefndar. Nefndin hefur áhuga á því að sveitarfélagið vinnað uppbyggingu ferðamannastaða í sveitarfélaginu. Rætt var Fossabrekkur, Rauðuskáli, Heklu, Þykkvabæjarfjöru og göngustíginn með Ytri Rangá að Ægisíðufossi. Bæta þarf inn á lista frá Markaðsstofu Suðurlands, Þykkvabæjarfjöru og göngustígnum með Ytri Rangá. Markaðs- og kynningarfulltrúa falið að vinna málið áfram í samstarfi við nefndina. Og við erum búin að fá hér gest inn á fundinn til þess að fara yfir þetta með okkur. Það er Eiríkur Sigurðsson og þá höfum við Eiríkur Sigurðsson, markaðs- og kynningarfulltrúi, fór yfir þau verkefni sem talið er mikilvægt að undirbúa næstu misserum. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun atvinnu- og menningarmálanefndar og óskar eftir frekari gögnum til úrvinnslu við gerð fjárhagsáætlunar. Orðið er laust þessa tillögu. Enginn kveður sér hljóðs, þeir sem getur samþykkt hana gefa merki. Tillagan samþykkt samhljóða. Liður. Það er bara eina sko, ég finnst svona stundum tillaga, það er kannski bara bókað sveitarstjórn samþykkir eða staðfestir, svona var þetta. Það því að það er eiginlega og óskar eftir, veist. Þetta við erum eiginlega bara samþykja það sem þau sögðu en óskum til meiri gögnum. Þannig kannski má alveg segja hvort þetta sé tillaga eða bara, þú veist, þetta er bara afgreiðsla, eða ekki? Þetta er bara afgreiðsla? Já. Þannig að þetta er samt allt í lagi, sko. Það er fyrir þetta, já, samþykkja þannig. Ég hljóta aftur það. Já, takk. Þarna fyndist manni bara að þetta sveitarstjórn staðfesti bókun og óskar eftir frekari samtlið samhljóða. Jú. Þetta er svona, við erum bara staðfestað, sko, við erum eitthvað ekki kannski tillaga. Nei, já, við höfum... Já, þetta hefur oft gert svona, þannig finnst þetta stundur svona, svona ekki tillögu flæði. Þetta er hreinlegra, eða svona skýra það bara. Til breyting líka. Já. Allir samþykkir. Þetta er... Við fyrir mig lið 5. Skipulags- og umferðarnefnd Langaþings ytra, 31. Þar vísað til umfjöllunar einstaka liði.
fundargerðin að öðru leyti staðfest og þau láti vita ef það athugasemdir, annars er litið svo á að afgreiðslan sé samþykkt samhljóða. Liður 5.1. Gaddstaðir 11 landskipti. Það er niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við áform landskipti né fyrirhugað heiti á nýrri lóð. Landskiptum skal fylgt eftir með viðeigandi breytingu á deiliskipulagi fyrir svæðið. Tillaga um sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Það er samþykkt samhljóða. Liður 5.2. Hagi 2 landnúmer 165087 landskipti. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við áformi landskipti né fyrirhugað heiti á spildunni. Tillaga um að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Það er samþykkt samhljóða. Liður 5.3. Byggslétta nýr vegur breyting á AST. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd leggur til að nýr vegur verði settur inn að uppdrátt vega í náttúru Íslands samanber reglugerð nr. 260/2018. Lagt er til að umræddur vegur verði skilgreindur sem F2 og sendur til hlutaðeigandi aðila samkvæmt 2. grein áðurnefndrar reglugerðar til upplýsingar og eftir atvikum gerðar verði breytingar í aðalskipulagi sveitarfélagsins þar sem umræddur vegur verði færður inn. Tillaga um sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Það er samþykkt samhljóða. Liður 5.4. Maríuvellir óskum framkvæmdaleyfi til skógræktar á Maríuvöllum. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar í samræmi við 6. grein laga nr. 106/2000 hefur skipulagsnefnd Langanesi ytra farið tilkynning framkvæmdaraðila um áform skógrækt á 39 hektara svæði á landi sínu. Niðurstaða nefndarinnar er að umrædd áform séu ekki líkleg til að hafa í för með sér umtalsverð umhverfisáhrif samanber viðmið í öðrum viðauka laga nr. 106/2000. Því skuli framkvæmdin ekki hafa matið á umhverfisáhrifum. Skipulagsnefnd leggur til að skipulagsfulltrúa verði falið að gefa út framkvæmdaleyfi að teknu tilliti til 5. grein reglugerðar framkvæmdaleyfi nr. 772/2012. Tillaga um að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og það er samþykkt samhljóða. Liður 5.5. Hella miðbæjarskipulag. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd samþykkir tillöguna og leggur til að hann verði auglýst samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Tillaga um að sveitarstjórn fresti afgreiðslu þar til vinnuhópur miðbæjarskipulag hefur skilað af sér sínum niðurstöðum og það er samþykkt samhljóða. Liður 5.6. Hella iðnaðarlóðir við Dinnskála. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd telur ekki forsendur til frekari vinnu við áform en að bæta við lóðum og svæðina svo stöddu og leggur til að gildandi deiliskipulag verði látið halda gildi sínu þar til breytinga verði gerðar á staðsetningu eða tilvist flugvallarins. Frekar verði lögð áhersla á þjónustu og athafnalóðir fyrir sunnan Suðurlandsveginn með tengingu á fyrirhugað hringtorg vestan við lóðina Dinnskála 50. Tillaga um að sveitarstjórn fresti afgreiðslu þar til rætt hefur verið betur við hagaðala flugvallarins. Sveitarstjóra falið að vinna máli áfram og leggja fram að nýju á næsta fundi sveitarstjórnar. Ágúst. Já, þetta er bara vekja þetta athygli á því að þetta sem sé þá ekki þessi er frestað og þetta er ekki það er ekki bara að vera að blessa yfir tillögu sem sé skipulags- og umferðarnefndar, bara sé allir með á hreinu við vorum ekki einhvern veginn búin að kynna það sérstaklega til að lága sjálfsir ekki fyrir bara núna. Þannig að ég bara hvet til þá að fólk tjái sig ef að þess þarf í rauninni. Þetta er svona afbrigði aðeins. Já. En ástæðan er auðvitað sú að ef ég má bara aðeins koma inn á það að það er í rauninni er svo sem ekki búið að láta reyna á það alveg að ræða við alla hagaðila sem snúa að flugrekstrinum, Flugmálafélag Íslands og bara flugklúbbinn hérna á svæðinu og hvernig þeir sjá framtíðina fyrir sig varðandi flugvöllin. Við viljum held ég öll hafa hann áfram en hann þarf auðvitað að vera í sem bestri sátt og við það sem er í kringum hann og eins finnst mér ástæða til að ræða við þessa aðila bara uppbyggingu flugsins og kannski á að gera það í sömu sveiflunni. Þannig að það væri gott að eiga fundi áður en þetta er svona niðurnelt.
bara ég vildi koma þessu að takk. Takk fyrir það. Orðið er laust. Orðið er bara. Já, ég held að þetta sé bara skynsamlegt að taka þetta bara til nánari skoðunar og sérstaklega kannski að ræða við ef það er náttúrulega álit sveitarstjórnar að reyna að ræða við aðra lóðarhafa á svæðinu. Skipulagsnefnd hefur svo sem ekki vald til þess. Þannig ég held að þetta sé bara skynsamlegt. Sjá hvort við náum ekki að koma einhverju fleiri lóðum þarna við. Takk. Takk fyrir það. Það leitur svo að þetta sé samþykkt samhljóða. Liður 5.7, Svínhagi 3, deiliskipulag, niðurstaða skipulagsumferðarnefndar. Skipulagsnefnd fjallaði framkomnar umsagnir og leggur til að tillagan verði send skipulagsstofnun til endanlegrar afgreiðslu. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulagsumferðarnefndar og var það samþykkt samhljóða. Liður 5.8, Rangársslétta deiliskipulag, niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd hefur móttekið fyrirspurnartillögu umsækjenda þar sem gert er ráð fyrir uppbyggingu frístundasvæðis á rúmlega 40 hektar svæði í Rangárssléttu úr landi Leirubakka samkvæmt gögnum frá Landformi dagsett 8.9.2020. Skipulagsnefnd telur að skipta þurfi áformum umsækjenda í 2 áfanga vegna stærðar svæðis og að skýrt komi fram í greinargerð að ekki megi hefja byggingar á öðrum áfanga fyrir 60% af fyrri áfanga eru uppbyggðir. Varðandi lóðastærðir innan svæðisins telur nefndin að færa megi rök fyrir þeim þó að greinargerð aðalskipulagsins segi að lóðir innan frístundasvæði skuli vera af jafnaði 1 hektar eða minni. Nefndin telur að rökin geti verið meðal annars þau að lóðir sem liggja að ánni eru sjálfkrafa stærri vegna fjarlægðar takmarkana og byggingareitur því settir eins langt frá ánni og reglugerð segir til að lega kolsvallalínu sem liggur eftir svæðin og gerir ráð fyrir 50 metra helgunarsvæði og því óráðulegt að heimila byggingar á þeim svæðum. Ásamt því að stærstu lóðirnar á svæðinu sé í raun ekki nýtanlega nema hluta vegna legu raflínanna og að landslag leyfi ekki byggingar nema á vissum stöðum. Nefndin heimili því umsækjanda að leggja fram tillögu að deiliskipulagi telur ekki þörf á að gerðar verði breytingar á aðalskipulagi vegna þess. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulagsumferðarnefndar. Samþykkt samhljóða. Liður 5.9 Bakkaflöt, deiliskipulag, niðurstaða skipulagsumferðarnefndar. Skipulagsnefnd samþykkir tillöguna og leggur til að hann verði auglýst samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Það er samþykkt samhljóða. Liður 5.10 Klettamörk, breyting á landnotkun, niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd samþykkir fyrirliggjandi tillögu og leggur til að hún verði auglýst samkvæmt 31. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Það er samþykkt samhljóða. Liður 5.11 Vesturhlíð, breyting á deiliskipulagi, niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd samþykkir tillöguna og leggur til að hún verði send til varðveislu skipulagsstofnunar samkvæmt 43. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og auglýst til gildistöku B-deild Stjórnartíðinda. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Það er samþykkt samhljóða. Liður 5.12 Reynifell, lóðir B5 og B7, breyting á deiliskipulagi, niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd leggur til að erindi umsækjanda verði samþykkt þar sem forsendur hafa breyst frá fyrri afgreiðslu nefndarinnar. Umsækjanda er veitt heimild til breyting á gildandi deiliskipulagi fyrir svæðið ásamt heimild til að skipta upp umverðum lóðum. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Það er samþykkt samhljóða. Liður 5.13 Haukadalur, lóð F7, breyting á deiliskipulagi, niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefndin fjallaði framkomnar athugasemdir. Nefndin telur að umsögn Heilbrigðiseftirlits Suðurlands eigi ekki við í þessu tilfelli, þar sem ekki eru gerðar neinar breytingar aðrar en tilfærsla á byggingareit einnar lóðar og skilmálar gildandi deiliskipulags því óbreyttir að öðru leyti. Skipulagsnefnd leggur því til að tillagan verði send skipulagsstofnun til endanlegrar afgreiðslu. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Og er það samþykkt samhljóða. Það er komið lið 6, Sorpstöðvar Rangárvallasýslu BS 212. Það er vísað til umfjöllunar einstaka liði en fundargerðin að öðru leyti til kynningar. Tekin út liður 6.2 rekstraráætlun Sorpstöðvar 2020. Niðurstaða Sorpstöðvar viðauki 1 við rekstraráætlun 2020 lagði fram, viðaukinn samþykktur samhljóða. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti fyrir sitt leyti bókun stjórnar Sorpstöðvar Rangárvallasýslu BS. Orðið er laust.
þessu hljóðs, þessi geta samþykkt þessa tillögu gefið marki. Tillagan samþykkt samhliða. Liður 6.5 gjaldskrá sorpstöð 2020, niðurstaða sorpstöðar, rætt hækkun á móttökugjaldi sláturúrgangs og dýrahræja, lögð fram tillaga hækkun á móttökugjaldi þessa úrgangsflokks í 25 kr. kílóið án vasks og var það samþykkt samhljóða. Meginástæða hækkunar að gjaldaliðurinn stendur ekki undir kostnaði. Tillaga með sveitarstjórn staðfesti fyrir sitt leyti í bókun stjórnar sorpstöðvar Rangárvallasýslu BS orðið laust. Margrét Harpa. Já, takk fyrir. Kannski bara að fá aðeins, ég saknaði svolítið að það sé ekki nánari kannski útlistun á því með, það stendur bara hérna, gjaldaliðurinn stendur ekki undir kostnaði, en það hefði kannski mátt taka aðeins saman, hvert tapið og hvernig þetta lítur út. Og eins líka, ég fletti því nú upp, þetta ekki að hækka úr 17 krónum, þetta svolítið mikil hækkun. Þannig að kannski bara fá skýringar á því. Takk. Takk. Ágúst. Já, ég get auðvitað að skýra það út sko og þetta hangir saman við það að þetta svona dálítið löng saga getum við sagt. Það þannig að það hefur verið að þrengjast með farveg fyrir sem sé lífrænan úrgang svona á síðustu misserum og við höfum í rauninni ekki starfsleyfi á Strönd til þess að urða lífrænan úrgang. Þannig að við höfum komið honum í þann farveg, fyrst fór hann í Álfsnes í mörg ár og var urðaður þar. En það eins vegar var lokað á það fyrir, 2 árum síðan, miklega. Það var sem sé lokað á allan úrgang frá Suðurlandi í Álfsnes. Það sem sé samningar sem í gegnum sorpstöðs hérna Suðurlands. Þá var fengið tímabundið leyfi til þess að fara með þennan úrgang vestur og urðan þar hjá sorpurðun Vesturlands sem hafði bara ákveðin kvóta í sínu starfsleyfi fyrir magni og síðan lokaðist á það. Lokaðist á það núna í vor og eins og þið þekkið sem hafa lesið sem sé fundargerðir sorpstöðvarinnar undanfarin 2 ár að þá búið að vera undirbúningi að setja upp brennslu á Strönd fyrir dýraleifar og dýrahræ og hugsunin svo að þetta myndi fara í þann farveg en það tekur tíma sinn að gera það. Það sem sé þarf að fara í gegnum umhverfismat sem að núna komið bara þó nokkuð langt. Það komið frummatsskýrsla af því og eins þarf bara að útfæra tæknilega hvernig það gert og við erum í miðjum klíðum með það og verkefnið hefur vaxið mikið frá því við vorum fyrst að hugsa þetta. Það geti verið sem sé bara einhver lítill brennsluofn yfir í það að þurfa að vera svona stærsti af þessu tagi sem við getum náð í og þurfa þá að byggja í kringum hann. Þannig að fjárfestingin þetta hefur stækkað mjög mikið, það þarf að byggja undir þetta hús og það þarf að koma tæknibúnaðinu þannig fyrir að þetta sé bara vinnandi vegur að hérna fyrir okkur. Þannig að eins og staðan lítur út í dag þá erum við að tala um fjárfestingu sem ef að þessi leið verður farin með tæknilausn, fjárfestingu sem gæti verið einhverjar 200-300 milljónir, en það algjörlega óstaðfest tala en það svona bara til að sýna stærðargráðuna. Á meðan að þetta ekki komið, þessi brennsluofn, þá fórum við þess á leit við Umhverfisstofnun að við fengjum tímabundna undanþágu frá starfsleyfi sorpstöðvarinnar okkar og sem sé mættum þá urða þennan lífræna úrgang án þess að þurfa að fara í stórkostlega framkvæmdir. Það krefst þess að það sé með ákveðnum hætti gert ef að það hérna leyft og sú breyting á starfsleyfinu byltast okkur akkurat núna og það eru sem sé við munum fá undanþágu til fram á mitt næsta ár í það minnsta til að urða takmarkað magn 1000 tonn
En við, til þess að mega gera það, þá þurfum við samt að leggja í kostnað. Við þurfum að fara í, við megum ekki urða þetta eins og til dæmis óvirkan úrgang, við þurfum að nota jarðvegsdunga og það kostnaður í því meðal annars. Og síðan náttúrulega bara kostnaður í því að finna nýja lausn sem þessi brennsla. Og það sá kostnaður sem við erum líka að þegar lent í, við að undirbúa það hönnun og leita leiða hvernig hægt að gera þetta. Og þessi úrgangur að uppistöðu til hér hjá okkur frá þessum stóru matvælaframleiðendum. Og það kemur fyrst og síðast þessi úrgangur. Síðan það þannig að það stefnan og algjörlega til fyrirmyndar hér hjá þessum stóra aðilum á Suðurlandi og þar á meðal hérna í okkur, SS og Reykjavík, við erum mjög stórir, að reka orkugerðina í Flóanum með sveitarfélögunum og með Sálstöð Suðurlands. Og þangað fer sem allra mest af því sem þangað má fara og helst allt. Og þessi hækkun á verði á þessum úrgangslið lendir svona svipuðum stað eins og tekið fyrir menn greiða fyrir úrgang sem fer þar í gegn. Það eiginlega algjörlega sambærilegt. En hins vegar liggur jafnframt fyrir að þegar brennsla komin í gang, samkvæmt þeir ekstra líkonu sem menn hafa, þá mun kostnaður aukast. Hann verður mun meira en þessi sem í þá þessari hækkun á gjaldskrá urðunar. Og það nú bara þannig að það styttist mjög í það að það megi bara ekki urða þennan úrgang hér á landi, sem náttúrulega, þannig bara það. Og þá þarf að finna aðra leiðir og brennslan ein leið. Sú brennsla sem hefur verið notuð hér á Íslandi suður sjó og þar hafa menn verið að borga upp til 40 krónur til samanburðar fyrir það sem ekki má fara í gegnum kjötmjölu og hérna í Flóanum. En hins vegar þá það auðvitað þannig að það enn verið að urða á nokkrum stöðum á Íslandi þó að við megum það ekki. Þá enn verið að urða í Fíflholti og Stekkjarvík og þar þessi lægri gjöld ennþá í gildi. En samkvæmt öllu því sem öllum teiknum hvernig framtíðin verður í þessu, þá verður það bara ekki heimilt að urða lífrænan úrgang. Þannig að það ástæðan fyrir því að það engin kostnaður og það annars vegar það að við erum með þessu tímabundna urðunarleyfi á lífrænum úrgangi, að þá þurfum við að leggja í kostnað aukinn við þá urðun og síðan erum við í auknum kostnaði vegna þessara vinnu við þennan brennsluofn og þó að hann sé ekki komin í gagn þá eitthvað síður fann að falla til kostnaðar við að koma þeim farvegi í nothæft horf. Og þannig þetta svona löng saga. Hins vegar þá var þetta fyrir ekki þegar maður bara bæta við, þetta sem sé bara þá viðbót við gjaldskrá ársins. Það náttúrulega bara 3 mánuðir eftir að þessu ári, en síðan verður tekin aftur umræða gjaldskrá fyrir næsta ár í tengslu við fjárhagsáætlun. En vegna þess að við erum að taka við þessu magni núna, þá töldum við rétt að gera þessa breytingu núna. En þetta verður aftur umræða eftir 2 mánuði, hvað var maður að segja, þegar fjárhagsáætlun kemur til. Takk. Takk fyrir kærlega. Ekki gott sér ljós, þessi getur samþykkt þessa tillögu. Já, ég er að melda þetta.
er svona spurning líka, sko ég sakna þess að sjá ekki hans tölur þarna bakvið. Ég get ekki séð það svona í fljótu bragði í gögnunum sem við höfum, þú veist, á hverju það eigi, og það liggi ekki tölurnar á bakvið þarna. Er verið að reka þennan lið núna með halla sem sagt. Er þörf á því að gera viðauka. Þannig ég er svona velta fyrir mér, eigum við að óska eftir frekari gögnum hvað þetta verðar. Því mér finnst líka varhugavert að fara að setja auknar álegur á fyrirtæki sem eru hérna á svæðinu. Sem og íbúa sem að, ef að þeir eru með það mikið magn eða eru að fara með úrgang til urðunar, skella þessu á svona, liggur við fyrirvaralaust í lok árs. Ég þarf kannski bara... Í miðju COVID. Já, í miðju COVID, í þessu ástandi, þá finnst mér þetta pínu svona að því að þetta er töluverð hækkun úr 17 krónum, 17-18 krónum og upp í 25 krónur. Það hlýtur að skipta máli og skiptir máli náttúrulega hjá stórum aðilum. Þannig að hérna, mér finnst þetta að gera svolítið hratt og mér finnst ekki nægur rökstuðningur hérna á bakvið. Ég er ekki með nægileg gögn til að geta samþykkt þetta, svona 1, 2 og 3. Takk. Ágúst. Já, ég heldur bara ekki aðtekla á þetta er ekki viðauki. Viðauki var bara 0 viðauki, það var verið að færa bara á milli liða, það er allt annað. Af því hún nefndir hann. Já. Þetta er bara gjaldskrá liður þessi inni. Bara svona, því að tókst þetta svolítið saman, sem sagt, bæði 5 og 6, að hérna, að það er náttúrulega verið að, ef það var að hækka, sem sagt, til þess að standa undir það sem í rauninni hálfsás kostaði, að þá var náttúrulega svolítið að velta fyrir mér hvað gerist eftir hálft ár. Sem sagt, við það verið að hækka sem sagt, þá 8 krónur til þess að geta farið í hálfsás lausn. Er komin ofn eftir hálft ár, eða erum við að horfa á að það þarf að nýta þá þetta 1000 tonna leyfi þarf að framlengja því aftur hálft ár, skiljið? Þú veist, hvað erum við að, hvað gerist, sem sagt, þú veist, það er alltaf erfiðara heldur en margt að fá svör frá Umhverfisstofnun langt fram í tímann, en er þetta skammtíma kostnaður eða sem að borgar hann sig fyrir hálft ár? Ef það er ekkert sem að tekur við eftir það. Takk fyrir það. Það er vestlið. Já, út af því, ég get reynt það. Sem sé, það sem við erum að stefna inn í bara á Íslandi almennt er það að það megi ekki urða lífrænan úrgang. Það er bara þannig. Já, algjörlega. Og hvað á þá að gera við hann? Reyna að koma honum í hringrás, öllu sem að hægt er. Þar er orkugerðin í flóanum, hún er náttúrulega frábær og út úr því kemur áburður sem er notaður af landgræðslunni meðal til að greiða land og er bara frábært mál. Og það kostar svipað upphæð og hér er sem sé þá stjórnin búin að samþykkja það kostar jafn mikið. Okay. Hins vegar þegar þessi ofn kemur, ég veit að stefnum með því að reyna að koma honum í gagni sem bara fyrst, en maður veit ekki hvernig það gengur. Ég minna það er auðvitað, bara til dæmis gengi krónunar getur skipt miklu máli hvernig kostnaðarlíkanið lítur út á því til að kaupa þetta til landsins. En allavega þegar að sú lausn er komið og það má ekki lengur urða, þá er sem sé brennsla á því sem ekki getur farið í orkugerðina eða einhvers konar endurnýtingu. Og brennsla eins og er í dag í það minnsta, vonandi náum við að hafa hana hagkvæmari hérna í þessu dæmi okkar, en sú brennsla sem er í boði í dag á Íslandi, hún er mikið dýrari. Þannig að hún kostar 40 krónur eða eitthvað starf á því. Þannig að það er ekkert margar leiðir í málinu í rauninni. Nei, og það er kannski það sem að mér finnst vera svolítið skrítið í rauninni, er að þú veist, það er beðið um að það megi ekki urða en samt í rauninni ramminn bara 6 mánuðir, skilur við. Mér finnst, þú veist, ramminn utanum hérna
sem sagt að heimildin til urðunar að hún sé fram á mitt næsta ár, að það er svolítið bara stuttur tími til þess að bregðast við í rauninni. Og þess vegna sem ég velti pínu fyrir mér sko þessu með hækkunina sem sagt núna, og því við gefum okkur mögulega grein fyrir því að þessi upphæð mun líklega liggja fyrir þá næsta ár. Ekkert ofboðslega óbreytt, 25 krónur, 22 til 25 krónur. Það verður hækkun á sorpinu áramótin miðað við það að eigi að fara að hækka í 25 krónur núna. Þetta hlýtur að vera, ef þessi tala er sett fram, þá hlýtur hún að vera til þess að vega upp á móti þá hallanum sem að er verið að horfa fram á næstu 3 mánuðina. Það verður sami halli sem sagt ef að verður þá ekki hækka í 25 krónur áramótin. Eða sem sagt, myndi ég áætla. Takk. Stundar. Bara svo ég og kannski mögulega einhverjir áhorfandur skilji þetta, þá er þetta aðalega bara til að mæta þessum fólki. Þetta er ekki til að mæta heimilissorpur. Þetta er bara þessi liður. Já. Þetta er þessi gjaldskrá móttökustöðunar. Þetta er ekki sorpgjöldin eða sorphirðugjöldin eða neitt slíkt sem að snýr að því, heldur þetta bara gjaldskrá strand, þessi móttökustöðunar og strand. Þetta er það sem núna fer til urðunar en mögulega mun fara í brennslu. Ef það væri þá færi þetta margum allt í brennslu sem að þetta er það sem ekki er hægt að gera neitt við nema urða. En verður bannað. Takk. Fleiri? Já, það er bara spurning hvort að við tökum aðeins fundarhlé. Óskar til því. Fundarhlé, samþykkt. Bókun við lið 6.5, gjaldskrá sorpstöðvar 2020, tillaga að sveitarstjórn staðfesti fyrir sitt leyti bókun stjórnar sorpstöðvar Rangárvallasýslu BS. Sveitarstjórn vill jafnframt árétta að það er ekki óskast að auka álögur á þau mikilvægu fyrirtæki sem nýta þessa þjónustu, en vandséð er hvað annað sé til ráða miðað við núverandi stöðu úrgangsflokksins. Það er laust. Þessi getur samþykkt tillögum að gefa merki. Tillagan er samþykkt samhljóða. Lið 6.6, farvegar úrgangs frá sorpstöð Rangárvallasýslu, niðurstaða sorpstöðar. Stefán Gíslason hjá Umis Environs fór yfir erindi sem sorpstöðin sendi Umhverfisstofnun í vor, þar sem óskað var eftir undanþágu til urðunar og dýraleyfum. Komið er svar frá Umhverfisstofnun þar sem starfsleyfi sorpstöðunar er breytt á þann hátt að tímabundin heimild er veitt vegna urðunar á lífrænum úrgangi þegar lagðar hafa verið fram viðeigandi tryggingar. Ábyrgðartrygging er þegar til staðar, varðandi starfsleyfistryggingu er tillaga eftirfarandi bókun. Sorpstöð Rangárvallasýslu BS ábyrgist að staðið verði við þær skyldur sem settar eru fram varðandi frágang og vöktun urðunarstaðar sveitarfélaganna að Strönd, landnúmer 20488, samanber 61. grein laga nr. 55/2003 meðhöndlun úrgangs. Af hálfu sorpstöðvar Rangárvallasýslu BS er litið svo á að yfirlýsing þessi jafngildi starfsleyfistryggingu samanber 59. grein laga nr. 55/2003 og 17. grein reglugerðar nr. 738/2003 urðun úrgangs. Ábyrgð þessi gildir í 30 ár eftir lokun urðunarstaðarins, samþykkt samhljóða. Þess það hefur verið kaup á pressu til þess að auðvelda flutning á plasti og pappa. Átaki hefur lyft af stað til að hvetja fólk til frekari flokkunar og hreinsunar á plasti, en komið hefur upp að gámar frá sorpstöðinni hafa verið verðfelldir hjá þjónustaðila. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti fyrir sitt leyti bókun stjórnar sorpstöðvar Rangárvallasýslu BS varðandi fyrirkomulag starfsleyfistryggingar. Orðið er laust. Ágúst. Já, þetta er bara snikja því að skýra út sem sé að það komi ljós þegar það var verið að endur skoða starfsleyfið til að fá þessa tímabundna leyfi til urðunar, að það vantaði að þetta ákvæði hreinlega í starfsleyfið, gamla starfsleyfið. Þannig að við vorum sem sé með ábyrgðartryggingu alveg eins og það átti að vera, en hins vegar þessi starfsleyfistrygging var ekki, og við höfum sem sé fengum sem sé álit frá Umhverfisstofnun það að þetta myndi duga að gera þetta með þessum hætti.
Það er þessi dæmi það frá öðrum sorpstöðum að það er þessi bara stjórn viðkomandi sorpstöðar sem ábyrgist þetta bara og sveitarfélögin þá fyrir sitt leyti. Þannig að það var búið að kanna það vel. Og hefur gengið ágætlega þar sem þetta hefur verið. Fleiri hafa ekki gott sem hljóðs sem geta samþykkt þessa tillögu við merki. Tillagan samþykkt samhljóða. Liður 7, Lundur, stjórnarfundur nr. 6. Það er fyrirspurn til sveitarstjórnar varðandi sjálfseignarstofnun. Tillaga bókun sveitarstjórnar Rangárþings ytra til tímabært að meta hvort rétt sé að stofna sjálfseignarstofnun rekstur hjúkrunarheimilisins Lundar. Sveitarstjóra falið að vinna málinu með stjórn og forstöðumanni Lundar og eftir atvikum leita eftir sérfræði aðstoð hjá endurskoðanda sveitarfélagsins. Orðið er laust. Já, með svona sjálfseignarstofnun. Það er búið að vera að ræða þetta svolítið eins og þetta er fyrirkomulega í dag, þá er þetta einhvern veginn sem eru svolítið lausu lofti eins og Lundur. Þetta er einhvern veginn stjórnin, hún hefur í raun ekki nein völd en eitt, hún hefur ekki voða lítið að segja hana. Og þetta er stofnun sem hún getur ekki, til dæmis eins og núna fyrir byggingar sjóðana, þannig að hún getur ekki tekið lán. Við færum þetta kannski í það að þetta verður það verður stjórn þarna yfir þessu sem að hefur meira að segja. Lundur þarf þá að fara að vinna til fjárhagsáætlun. Ágúst, þú ert kannski getur þú útskýrt þetta betur svona formið í kringum þetta, en það er búið út. Ja, og með leyfi og þetta geti reynt að gera það. Á sínum tíma þegar við vorum að endurskoða allar samþykktir fyrir byggðasamlögin okkar, þá vorum við komin með drauga samþykktum fyrir Lund líka. Þeir ætlum bara svona taka allt sviðið hérna hjá okkur. En þá reyndar hugmyndin að það er byggðasamlag. Þið kannski munið eftir þessu sem voru þá í þessu. En við það var sett bara á ís á þeim tíma og kannski fyrst og síðast vegna þess að það var mjög og er mjög óljóst hvernig þetta er bara á landsvísu, hvernig þessi hjúkrunarheimili eru rekin. Það er að segja, þetta eru auðvitað ríkisstofnanir í grunninn, reksturinn kemur frá ríkinu, rekstrarfé kemur frá ríkinu og er bara fjárlögum. En hins vegar hjá okkur og mörgum öðrum svona hjúkrunarheimilum þá hefur verið frá gamalli tíð skipuð stjórn frá sveitarfélögunum á viðkomandi svæði eins og við höfum gert hér, sem hefur verið, hvað maður að segja, ráðgefandi fyrir forstöðumann að stærstur hluta, en hefur kannski haft fyrst og fremst að segja þegar kemur að byggingum. Það er að segja, þar hafa þetta sveitarfélög lagt fjármuni beint í á móti ríkinu og þar hefur hlutverki verið miklu skýrara. En með því að búa til annarkvort byggðasamlag eða sjálfseignarstofnun og menn hallast að þessi réttar þetta sé sjálfseignarstofnun í þessu tilfelli, að þá er hægt að skerpa á þessu stjórnar fyrirkomulagi og það eru dæmi svona sjálfseignarstofnanir, hliðstæðar stofnanir eins og Lundur, til dæmis Brákarhlíð í Borgarnesi, þannig að það er hægt að fá fyrirmyndir um þetta form, en þetta, ég held að þessi heilmikil vinna hins vegar að koma þessi í kring. Þannig að þetta virki vel. En það er nauðsynlegt. Og já. Takk fyrir það, Ágúst. Hjalti. Já, þetta er náttúrulega hellins, ef við færum í byggðasamlag þá náttúrulega eru sveitarfélögin að taka alla ábyrgðin til sín sem er náttúrulega ekki rétt, Þetta ekki að gera. En þetta þá er þið meira svona sjálfstæð stofnun og ég held að það verður mjög gott, held ég, fyrir ef að sveitarfélög fyrir ykkur að vinna að skoða þetta, að fá jafnvel Auðun eitthvað svona til og bara
Þetta er ekkert alveg einfalt að útskýra það en þetta er alltaf eins og þetta er útskýrt fyrir mér þá held ég að þetta sé skynsamlega það. Takk. Takk. Hvað fleiri? Haraldur? Já, eins og þetta horfið mér og þá var nú bara rétt að fara að gera þetta núna þó fyrir verið einhvern sátt. Takk. Takk. Alveg gott. Já, takk fyrir þetta. Enn og aftur kemur erindi inn á borð okkar sveitarstjórnar þar sem að fylgja afskaplega lítil gögn til rökstuðnings. Ég get ekki séð neina, sem sagt, sjálfseignarstofnun, jú, maður getur googlað það, maður getur lýst sér til það, en mér finnst ég eiginlega ekki geta tekið afstöðu til þessa erindis þar sem að ég veit ekkert hvað felst, í okkar tilfelli, hvað felst í því að breyta þessu sjálfseignarstofnun og þetta finnst mér eitthvað sem stjórn ætti náttúrulega að matreiða og selja okkur í sveitarstjórn og þetta sé hið eina rétta. Þannig að, eins og ég segi, ég bara spyr, af hverju eru engin gögn og hvað felst í sjálfseignarstofnun? Er Oddhildur búin að kynna sér það? Getur þú kannski sagt okkur eitthvað það? Annað sem ég velti fyrir mér að byggingarsjóður, sem sagt húsin, byggingarsjóðurinn, hann skuldar 60 milljónir, með 60 milljónir og yfirdrætti sem sveitarfélögin ábyrgjast. Sitjum við uppi með þennan yfirdrátt? Það er ein spurning sem ég velti fyrir mér ef við erum að fara að breyta þessu sjálfseignarstofnun. Sitjum við þá uppi með að þurfa að borga þennan yfirdrátt eða getum við látið hann fylgja forminu eða húsinu? Ein hugsun líka væri hægt, getum við stofnað eitthvað hlutafélag húsið eða húseignina per se og látið þá til dæmis ríkið borga hluta þessari skuld, leigt þetta til rekstursins. Það eru bara ótal spurningar sem að kvikna við þetta erindi og erindið er í rauninni bara mjög hrátt. Ég finnst það bara mjög, já, það fylgir því ekkert, þetta er ekkert sem selur þetta og ég sé ekki alveg að við sem sveitarfélagi að fara að leggja vinnu og eyða tíma sveitarstjóra okkar og endurskoðandi á þess átt með tilheyrandi kostnaði að við eigum að fara að matreiða þetta eitthvað nánar. Ég held að þetta eiga heima á borði Lundar. Nóg í bili, takk. Takk fyrir það. Ég held að það hefur nú verið reynt að fara ágætlega yfir hvað felst í sjálfseignarstofnunum og svo er þetta til ákveðnar bara reglur sem hægt að lesa til hvernig sjálfseignarstofnun virkar. En varðandi hvort að sjálfseignarstofnun geti þá tekið yfirdrátt eða fjármálin, yfirdráttin, þessa skuld sem að ræðir, að þá kom það fram í máli þeirra að sjálfseignarstofnun hún geti tekið lán. Það myndi þá vera hugsun fyrir til þess að borga upp þennan yfirdrátt sem að við hefum setið upp með, eða Lundur hefur setið upp með í nokkur ár núna. Hugmyndin með þessu að koma svo í þann farveg. Stendur. Já, það er náttúrulega eins og með sorpið áðan, það er einhver þarf að borga yfirdráttin. Bara það sem maður googlar, þá er það einmitt að stjórnin segja það að rangaðin getur ætti meirihlutann í þessu sjálfseignarfélagi. Það getur við ekki skipað að stjórn Lundar þyrfti að vera alveg óháð okkur. Einhvern tíma sagði hann að sveitarstjóri Lundur er bara Lundur og maður er einmitt maður er sveitarstjóri búin að vera það seinna kjörtímabil að maður veit eiginlega ekki, mann er eiginlega gemur reksturinn nánast ekkert við þess að það er ríkið. Svo eigum við víst að eiga þessar byggingar og hafa farið á þetta stað að byggja viðbygginguna á þess að vera búin að fá framlagið frá ríkinu og það er það sem stendur út af og það mun fylgja hvernig sem þetta er alltaf þarna til staðar. Við eigum því ekki þessum 50 milljónum eða hvað er komið í núna og það er bara byggingarsjóður, það er eiginlega alveg óháð rekstrinum. En þetta er sem sagt, það er mjög margt annað einmitt góðum bara, ég sá ekkert, ég veit ekki hvað gögn þú fyrst, ég finn bara gögnin að tillaga frá stjórnarformanni að breyta þessu sjálfseignarfélagi, það er bara góðt múf. Ég sá ekki neitt annað. Og svo einmitt, ég fer að googla og einhver fer að googla hérna og, af hverju ekki bara, mér finnst þetta einmitt rosalega
PC að senda þetta bara inn og í staðan fyrir bara að stjórnin kæmur bara fyrir okkur og myndi bara virkilega sína okkur munin. Ég vil fá að vita hver er munin núna og hver verður hann eftir þessa breytingu. Og einmitt bara það er sameiningarmál, þú veist, ég er hægt að sameina að gera stærri einingu bara með kirkjukvoli, það er svo fullt ef þú ferð að hugsa að breyta lundi, fullt sem maður hugsa kannski annað endilega sko akkurat bara þetta sé málið. Ég treysti mig bara ekki til að þetta velverði að sé ágætt og velverði myndi samþykja þetta ef þetta væri virkilega lagt fyrir mann hvernig raunverulega munurinn er. En þá því að þetta sko í rauninni byggingin var að við fengum ekki þetta framlag sem var svo búið að fá ádrátt samt og það er ennþá þessi styr sem stendur það. Það er rauninni rekstur í svona þokkalegu jafnvægi sýnismanni. Þannig að þetta er þessi yfirdráttur sem alltaf er að borga er út af óuppgerða kostnaði við bygginguna. Og hvort þetta er eitthvað ráð til þess að reyna að núlla það, ég veit það ekki, sko, en þegar við borgum það fyrir því. Þó svo að við séum að býja til ríkinu, að þeir komum með pening, þannig að ég get ekki samþykkt þetta bara svona, eins og ég hef gögn. Ég myndi vilja fá þetta miklu betur unnið frá stjórninni. Af því að okkur er alltaf sagt að reksturinn kom okkur hreinlega ekki við. Af því að lundur sé bara lundur. Takk fyrir. Takk. Við höfum þetta líka rætt það hér og að við höfum huga á að stunda með stjórn lundar, þannig að það er auðvitað hægt að gera það bara og taka síðan afstöðu til þessa máls og fresta því þangað til. Ef ég má þá finnst mér það bara mjög góð tillaga, þess að við erum að funda árlega með HSU en við þurfum að bíða kannski við séum að fá árið seinna eða lengur hvað að funda að gera frá lundi, það er komið í ágætt skikk núna en þetta er bara einhvern veginn sem maður færi eiginlega ekkert að vita neitt nema bara grafa sér upplýsingar eitthvað störu upp og þetta getur eins og segið, þetta getur verið alveg bara leyst. Já, það er alltaf aðalega sem það þarf í rauninni ekkert að leysa þetta nema þetta pening sem stendur út af eins og mér sýnist það, sko, þessi ágætis restaurant og allt það, þetta er alltaf þessi uppæð sem liggur hérna inni út af þessu núningi með hver á að borga þarna. Og þá einmitt eins og við vorum að segja, Margrét sagði þetta áðan og auðvitað gætum við bara sveitarfélögin gert þetta upp og sagt bara við ríkið, ok, þið lækkið bara eignarhlutin bara, við gerum bara þessu skuldum nýja húsið og þeir lækka bara eignarhlutin og hvort að þið viljið svo að við leigjum þetta til þeirra eða til rekstursins, sko. Það er svo margt mannlega í þessu, annað en bara að segja, hey, já, förum bara í þetta. Eða mér finnst það, að ég þarf að vita meira. Þetta er stórt og lundur er alveg stór fyrir okkur, sko. Þetta er ekki testamannafélag eða ungmennafélag sem við erum að styrkja þannig. Þetta er mikill peningur og mikill svirðið starfsemi. Takk fyrir. Takk. Ágúst. Já, og þetta er, ég tek undir þá tillögu að fá bara fund með stjórn lundar bara bæða þessu tilefni og bara almennt, sko. Ég ætlaði þess að skjóta því inn í þess að ég hef átt fund sem sé með forstöðumanni eða alltaf kóru, bara til að kynna mér hvernig staðan er. Og það sem er kannski nýtt í þessu núna er að þessi hluti eins og þú varst að nefna, Steindóra, að reksturinn hefur alltaf verið í góðu lagi sem er náttúrulega bara aðdánavert þegar maður skoðar bara rekstur annarra hjúkrunarheimila á landinu. Þá er mjög oft verið að borga með honum. En nú held ég að sé nefnilega ný stað í því líka að reksturinn er orðið þyngri vegna þess að þessi samningar við ríkið eru bara eitthvað alveg snúnari. Ég hef ekki kynnt mér nákvæmlega sko, alla liði í því en ég veit að það er erfiðar að ná endur saman heldur en var. Hvað reksturinn var. Og síðan er þetta alveg rétt með þetta sem út af stendur að þetta er frá því að var byggt þarna við og þetta er í rauninni tækjabúnaðurinn innbúið í hina nýju byggingu sem að ég held allir stóði við þeirri meiningu að ríkið myndi komið sinn hluta af því alveg eins og í hitt en það reyndist ekki raunin og ég held að sé búið að reyna allt sem hægt er til að fá
það í gegn en það bara gengur ekki. Ég teki það því ótal mörgum fundum með ráðherra og hinum ýmsu alþingismönnum og fjárlaganefndarmönnum og ég veit ekki hverju. En það gengur, það er bara alveg liggur bara hreint og beint fyrir að ríkið ætlar ekki að taka þátt í þessum tækjabúnum. Hvernig á að reka þetta nema að hafa eitthvað inni í þessu húsi? Ég skil það ekki og bara get ekki skilið það. En Lundur situr hins vegar uppi með þetta og maður er auðvitað finnur til ábyrgðar í því að því þetta er mikilvægur vinnustaður hér meðal annars og bara fyrir gamla fólkið okkar og þá sem að þurfa á þessu að halda. Að reyna að leysa þetta eða hjálpa til við að leysa það. Ég veit ekkert hvort að sjálfseignarstofnun mun breyta öllu en hún allavega býr til form þennan rekstur sem er bara ekki neitt í dag í rauninni. Þetta er bara svona bara. Lundur er bara Lundur eins og Steindór sagði það. En hann er auðvitað æðislegur en við þurfum að koma þessu í betra lag. En ég ætlum bara að benda á að þessi tillaga bókun sem að þú last upp það er bara sagt að tímabært að meta það er ekki verið að segja að ég að gera þetta heldur að leggja mat á það sem við þurfum auðvitað að gera hvað þýðir þetta og hvað er þetta gott eða slæmt en það kostar líka pening og tíma að gera það. Takk. Takk, Málnefndarsmá. Já, þetta er fín umræða, en eins og ég segi, við sem sveitarstjórn kannski þurfum ekkert að hafa áhyggjur af rekstri per se, því að það hefur byggingarsjóður og rekstur hefur alveg verið aðskilin eða á að vera það allavega. Við eigum ekki að þurfa að hafa áhyggjur af því að það sé eitthvað erfitt að reka Lund. Þetta er bara hjúkrunarheimili á vegum ríkisins og þessi málaflokkur er algjörlega á vegum ríkisins. Við getum kannski liðkað til þeim með húsnæði og sveitarfélög eru misjafnt hvað við búum að borga stóran hlut á móti ríkinu til þess að auka húsnæði og auka rými eða fást fleiri rými. En við eigum ekki að þurfa áhyggjur af því að það sé eitthvað erfitt að reka Lund. Það er ríkisins. En auðvitað náttúrulega viljum við hafa þetta hérna og auðvitað pressa maður á að það séu nægileg rými og við fáum hjúkrunarrými og þess áttar bara að við séum með þjónustuna í héraði. Mér finnst líka sérstakt ef við eigum að fara að breyta þessu sjálfseignarstofnunum, það sem ég hef lesið mig til og auðvitað fer maður að lesa sér til þetta form, af því að það fylgir svo engin gögn, þá fer maður að googla. Og eins og ég lesi þetta til að þá erum við rauninni bara að gefa þessa peninga eign sveitafélagsins. Við eigum þá ekkert í þessu. Þannig að ef að þessi sjálfseignarstofnun leggur upp laupana, þá fer þetta til góðgerðarmála held ég. Allan að það las ég úr þessu. Sveitafélagið fær ekki tilbaka húsið. Sjálfseignarstofnun er bara algjörlega, sjálfseignarstofnun á sig sjálf. Þannig að við getum ekkert verið með tryggingu, eða ég gat ekki lesið það að við værum með tryggingu að við fengjum þetta þá tilbaka ef að einhverju hluta vegna yrði einhvern tímann bara lagt niður hjúkrunarheimilið. Getur þá bara sjálfseignarstofnunin selt þetta eða ríkið eða hver, en þetta eru spurningar sem ég bara vonast til að fá svör við frá stjórn Lundar. Þegar við fundum, mér líst mjög vel á að funda með stjórninni, bara til að fá og vona hún komi bara vel undirbúin á fund með gögn sem styrkja kannski og skoði alla möguleika líka. Ekki bara þetta form. Takk. Takk. Haraldur. Já, bara allt upp sko. Ég eins og sagði hann, þeirra skoðanir að við eigum að skoða þetta, það liggur náttúrulega fyrir að Lundur er bara Lundur og það er svo sem eiginlega ekki neinn. Það er engin formleg heit í kringu það og full ástæða til að breyta því og okkur langar ekki til að hafa þetta sem byggðarsamlag, það leikur fyrir, það gerum við aldrei. Og þá er bara spurning hvað er þá eftir, þannig að þetta gerir ekki neitt. En ég bara held að við eigum að setja aðeins í að skoða þetta. Jafnvel þó þú þurfum að borga endurskoðandanum aðeins við það. Það fyrir. Takk. Jóhanna. Já, mér finnst þetta bara bókunin bara vel í lögð með við rauninni það sem er beðið bara
sem sagt, þessi óska í rauninni bara eftir afstöðu sveitafélagsins. Þannig að mér finnst bókurinn svolítið vel í lögð með að við sem sagt það sem í rauninni beðið frá Lundi. Og svona einmitt í framhaldi af því að þá fagna ég þessari hugmynd með að það verði sem sagt fundur þar sem að sem sagt Lundur kemur, eða stjórn Lundar kemur og leggur fram sín gögn og hvað þeir hafa fyrir sér í þessu verkefni. Og í framhaldi af því þá ætti í rauninni sem sagt þá ætti seinni hluti bókunar sem að Ágúst er búin að benda á þarna upp á skjá, þá mögulega ætti hún rétt á sér. Bara svona þar sem að, já, þetta er svolítið vel í lögð. Takk. Takk fyrir það. Hjalti. Það fyrst eitthvað vel. Já, nei, það er bara stutt að vera. Þetta er náttúrulega stór ákvörðu því að það er alveg rétt sem hún sagðir á. Sveitarfélögin eru í raun að með þessu gefa frá sér sem hlut sem að við eigum í þessu. Og verði ekki Lundur eða þessi stjórnarstofnun slagur niður eða hægt starfsemi eitthvað kemur, þá er það að þetta þarf að fara í sambærilegan rekstur. Sveitarfélagi fær í raun ekki peningi sinna aftur, eitthvað svolítið. Þannig að þetta er alveg mjög stór ákvörðun sem að held ég að vera mjög gott að fá og fullt af spurningum sem vaknar við þetta, sko. En ég held að sé sem er verðt að skoða samt, sko. Svona fundur held ég sem mjög góður sem við talum með Lund. Takk. Takk. Hlutu bókurinni til samræmis við það. Það var stjórn til fundar. Með leyfi oddvita gerði ég til að bara breyta bókuninni aðeins. Að sem sé fella út þennan seinni helming hérna. Já. Og þetta myndi orðast þá þá það frekar þannig að ég gef bara til það sveitarstjórn ákveðin setur telur velkomandi greina að stofna sjálfseignarstofnun rekstur hjúkrunarheimilis Lundar en óskar eftir fundi með stjórn Lundar til að ræða málið áður en frekari ákvarðanir eru teknar. Getum við ekki bara haft þetta sveitarstjórn Lundar óskar eftir fundi með stjórn sveitarstjórn ákveðin setur óskar eftir fundi með stjórn Lundar til að ræða málið áður en frekari ákvarðanir eru teknar. Hún er gorki að bara viljum við að fá frá þeim sölu. Já, ég tek undir með það. Mér finnst, ég get Það er ekki, sjálfsagt að þeir leggja þá vinnu ég get ekki tekið vel í þetta nýja illa. Það er engin rök sem mæla með þessu og ekki á móti. Það er Sko, alls ekki að taka illa í þetta. ég get ekki tekið afstöðu, þannig að ég get ekki tekið vel í þetta. Því miður. Hvorki vel né illa einmitt. Fundir við stjórn Lundar. Við höfum frestað minni málum með þessu. Til að afla okkur betur upplýsingar, sko. Sátti þetta. Það er kannski spurning hvort þú ættum að setja inn, eigum við að, sko, eigum við að setja ykkur tímaramma, eigum við að setja fyrir næsta sveitarstjórnarfund eða á næsta sveitarstjórnarfundi, það er spurning hversu mikið liggur á, eigum við að fara að kalla sveitarstjórn saman sérstaklega fyrir þetta, það er kostnaður, eigum við að
fá þetta bara Næsta kynningu á næsta fund sveitarstjórnar, næsta reglulega fund sveitarstjórnar. Alltaf. Það er ekki tíma að með þetta. Það tekur mikinn tíma eða það fara í þetta. Já, þetta tekur tíma þannig, en Þannig Jú, að næsta ég held- sveitarstjórn myndi. ég held að það veri alveg þetta tekur hvort sem er tíma, ég held að það sé til lagi, sko. Ok. Það þarf að undirbúa það. fyrir- Kom inn á næsta sveitarstjórnarfund. Ekki næsta reglulega sveitarstjórnarfund. Já, hvað? Fyrir næsta funds. Það er næsta. Sveitarstjórnar, það er, Nú ef við fundum fyrir þá, það er bara frábært. já. Sveitarstjórn Rangvík setur óskar eftir að stjórn Lundar komi inn á næsta fund sveitarstjórnar til að ræða mála áður en frekar ákvörðun eru teknar. Er ekki bara áður en ákvörðun tekin? Þessi geta samþykkt þessa tillögu fyrir merki. Það er samþykkt samhljóða. Og fyrir við lið 8. Viðbragðs- og aðgerðaáætlun vegna COVID-19. Hér er laga fram ýmsar upplýsingar sem tengjast COVID-málum og það er laga fram til kynningar. Liður áðurlega þetta. Já, takk fyrir Rótuti. Það væri bara áhugavert kannski að sveitarstjóri fari aðeins yfir, bara hvort það sé eitthvað nýtt í gangi. Er eitthvað sér aðgerð til dæmis í sveitarfélaginu varðandi sem sagt okkar íþróttamiðstöðar eða sundlaugar eða þess áttar okkar þjónustu og bara, já, fara bara aðeins yfir þetta. Sveitarstjóri, kjörlega. Já, ótiti, ég get gert það. Það líka þetta undir þessum lið bara þau gögn sem eru nýjust sem hafa borist frá yfirvöldum, sóttvarna og almannavarna og þau eru mjög duglega send út. Hvað varðar okkur hérna í okkar sveitarfélagi að þá er viðbragðsteymið okkar alltaf á tánum og það er að segja við fundum á Zoom með bara þegar okkur finnst að við þurfum að gera það og þannig að við erum svolítið duglega við það. Við erum bara að fylgja þessum megin reglum sem gilda utan höfuðborgarsvæðisins. Þannig að við höldum uppi þjónustu, við erum með opið. Við erum ekki að hólfa skipta okkur eins og í vor. Við erum bara að reyna að passa okkur eins og við getum. Við erum lágmörkum allan samgang og eins og inn í bæði milli stofnana, inn í skólana, það er sem sé gestir er ekki að koma þangað inn og þannig að það er bara tekið á móti börnunum og þeim komið á sinn stað og skólastarfi gengur svona þokkalega sinn vana gang, má segja. Það sem að var svona fyrst var náttúrulega í sambandi við íþróttirnar að þar var farið niður í sem sé helming af leyfðu starfsleyfi fyrir sundlaugina til dæmis, eða sundlaugarnar og við fylgjum því bara og síðan er náttúrulega líkamsrækt er ekki í gangi. Það er svona það sem það er svona kannski mest það gengi hvað lengst þar en að öðru leyti erum við að bara að passa okkur ekstra vel. Ef það eru gestir þá til dæmis gestir sem koma hérna á skrifstofu sveitarfélagsins að við tökum á móti þeim en við sækjum þá til dyra og fylgjum inn í annan sal þannig að við erum ekki að fara með gesti inn alla skrifstofu til dæmis og við erum með grímur fyrir þá sem að vilja nota slíkt og eru ekki með slíkan búnað. En við erum hins vegar ekki að nota hann að öllu jöfnu.
en þær eru til og hanskar og náttúrulega spritt í miklu magni. Þannig að það má segja að við erum að reyna að halda starfseminni gangandi á öllum vígstöðum svona eins lítið truflar og hægt en gætum mikilla varkárni. Og það hefur svo sem gengið sæmilega ennþá en við vitum það að það getur svo breyst snögglega. Og við erum þá í mjög góðu sambandi við almannavarnir hérna á Suðurlandi og sóttvarnarlækni hvernig á að bregðast við ef það kemur upp í skólunum okkar til dæmis. Þau eru með svona bakteymi sem kemur bara með okkur í það ef það þarf að fara að rekja eða slíkt. Og þannig að ég held við séum bara eins undirbúin eins og hægt fyrir þetta. Við vitum að það þó svolítið gestum að koma hérna, þannig sem helgar. Hótelin sem eru auðvitað ánægjulegt. Hótelin eru bara upptekinn og það mikið af fólki þar. En annars eru þetta þessar reglur í gildi, það eru mismunandi höfuðborgarsvæðið út á landi og við erum út á landi. Þannig að við höfum fylgt því allavega mjög sem okkur gildir, en við höfum ekki gengið lengra en það. Það til dæmis umræðan það, svo hef ég bara sagt frá því hér að varðandi til dæmis sundlaugar helgar þegar hann kom mjög mikið af fólki. Og við höfum haldið þeim bara opnum eftir starfsleyfinu en það auðvitað rætt það hvort að það eigi að ganga lengra þegar það kemur mikið af fólki en einhvern veginn finnst mann erfitt að fara að draga fólki í dilka eftir hvaðan það kemur eða annarkvort erum við með opið og þá gilda þessar reglur eða þá bara erum við með lokað. Þannig staðan. Takk fyrir það. Hvað spurningar til Ágúst? Nei, bara ekki svo per se spurning en bara gott að fá svona aðeins yfirlit og akkurat þetta eins og með sundlaugarnar, varðandi helgarnar, ég maður bara vonar að fólk að höfuðborgarsvæðinu virði það bara að vera ekki að þvælast. Það náttúrulega verið að biðla til almennings að vera ekki að þvælast á milli landshluta á óþörfu. Þannig að maður bara óskar og vonar að fólk sé ekki að þvælast eins og hingað helgina að nýta sér sundlaugarnar og þess áttar. Þannig að mér finnst svona umhugsunarvert hvort að ég var að hafa opið eða ekki. En þetta bara er örugglega ákvörðun sem að forstöðumaður og almannavarna eða svona viðbragðsteymi hérna tekur. Skoðar bara. Takk. Takk fyrir það. Já, Jóhanna. Já, svo líka það náttúrulega var verið að herða allar reglur varðandi íþróttaiðkun í rauninni bara líka hjá krökkum á höfuðborgarsvæðinu. Og það náttúrulega kemur kannski líka það náttúrulega kappleiki var svoleiðis og spurning hvort að við þurfum eitthvað að horfa til þess sérstaklega. Þótt að við séum á þessu svæði, eða skilji. Reyna að fella niður allt íþróttastarf á höfuðborgarsvæðinu bara komplett. Þannig að það er svolítið svoleiðis. Þannig að Ágúst, Steindór, þú komin. Já, ég hef bara hallast að þessari nálgun að það er ekki að flokka, annarkvæmt bara að loka eða hafa opið, það er eiginlega alltaf hægt að standa í því að spyrja hvort fólk sé að koma úr Reykjavík. Maður þekkir ekki í sjón. Þannig að ég er nú, þessu nálgun bara góð, vonar af því að það er alltaf verið að hamra á því að fólk ber ábyrgð sjálft á sinni sótthreinsun og margir verið að fá þetta þrátt fyrir það, þannig að það verður bara að vona það besta þar til annað kemur ljós. Ágúst, þú bara bæta eitthvað yfir? Nei. Nei. Komið langt. Gott. Fyrir við í lið 9. Það var heilsugæslan að fengu fund með fóstra HSU. Það var til að bókun Já, ætlum að bæta hana við þakka fyrir fundin.
Til að bókun Díana Óskarsdóttir, forstjóri HSU, Baldvin Hafsteinsdóttir, framkvæmdastjóri hjúkrunar og Ari Sigurðsson, framkvæmdastjóri lækninga, komin á fundinn í Zoom fjarfundabúnaði og sögðu frá að ræddu heilsugæslu Rangárþingi og framtíðarhorfur rekstur hennar. Tekið saman minnisblað sem fylgir fundagerðinni og sveitarstjórn færa forstjórafólki HSU góðar þakkir fyrir fundinn. Sem geta samþykkt þessa tillögu flémerki. Það var samþykkt samhliða. Og við lið 10 fengum einn annan gest á fundinn, menningar- og fræðisveitur 8. Hallmenn Friðrik Erlingsson á fund til okkar. Og það tillagabókun við þann lið. Friðrik Erlingsson, stjórnarmaður Oddafélagsins, var gest fundarins og að sveitarstjórn þakka Friðrik Erlingssoni fyrir góða kynningu. Sveitarstjórn tekur jákvætt erindi og hvetur félagið til að halda áfram að vinna uppbyggingu menningar- og fræðaseturs að 8. Þessi getur samt þessa tillögu að gefa merki til hann samþykkt samhliða. Þá eru komin lið 11, tillögu frá álistan beinar útsendingar. Mári Karpa gjör svo vel. Já, takk fyrir. Tillagan okkar sem sagt fulltrúar álista í sveitarstjórn Rangárþings ytra leggja til að sveitarstjórnarfundir verði sendir út í beinni útsendingu frá og með næstum áramótum og það greinargerð sem fylgir henni. Frá því að álistin bauð fyrst fram lista til sveitarstjórnar hefur hann ætíð lagt áherslu á opna stjórnsýslu. Opin stjórnsýsla felur meðal annars í sér að auðvelda íbúum aðgengi að störfum sveitarstjórnar og nefnda, vinnubrögðum og vinnslu mála. Stjórnsýslan í heild sinni verður opnari, vonandi skiljanlegri og gerir íbúum auðveldara að fylgja málum sínum eftir. Eitt þessara leiða að gera fundi sveitarstjórnar opnari og með nútíma tækni hinn auðveldasta leiðin til þess að senda fundina beint út á netinu. Þetta velþekkt aðferðafræði og ágætt dæmi slíkt eru beinar útsendingar bæjarstjórnar Árborgar á Facebook og sveitarstjórnar Skaftárhrepps á YouTube sem eru svo einnig aðgengilega sem upptökur eftir fundi. Nú þegar eru fundir sveitarstjórnar Rangárþings ytra yfirleitt teknir upp og birtir á netinu en með nútíma tækni ekkert því til fyrirstöðu að hafa þá í beinni útsendingu og hafa upptökur aðgengilegar á netinu eftir fundi. Og undir þetta ritum við Margrét Harpa Steindór og Jóhanna. Og kannski vil líka bara bæta við með þessu þetta alltaf að færast í aukana að sveitarfélög sé að senda beint út og þetta virðist vera afskaplega lítið mál. Þarf ekki að hafa þetta sem fullkomna tækni eða sem sagt það á ekki að þurfa að kosta miklu til eða það allan að okkar skoðun og svo þetta eiginlega náttúrulega bara mjög mikilvægt og mætti gjarnan byrja á þessu fyrr ef að væri hægt sérstaklega núna þegar eru þessar samkomu takmarkanir og fólk ekki mikið að mæta í fundarsal þannig að já, takk fyrir þetta. Og þetta er náttúrulega líka svona bara ákveðin framhaldstillaga. Við lögðum þetta fram fyrir ári síðan. Þá var þessu hafnað og við bara óskum að það verði tekið jákvæðara í þetta núna. Takk. Takk fyrir það. Orðalaust tillöguna. Og til því. Já, þetta kannski bara aðeins að tjá mig, ég held að ég er algjörlega sammála því að þetta að við eigum að hafa eins og opna stjórnsýsla hægt og þetta auðvitað nútíminn að þetta sé tekið upp og fólk hafi aðgang að þessu góða. Það einmitt ekki síst út af þessum COVID-tímum. Þannig að mér finnst það að það sé framtíðin í þessu. Tek undir það. Ég tel hins vegar að samhliða því að við gerum þetta þá myndi ég leggja til að við myndum breyta fundaforminu og fara þá í fundaform sem gjarnan fylgir þessum beinu útsendingum og svona bara því að það sé verið að taka upp fundina eins og við erum að gera og það væri aðeins formlegra. Man finnst reyndar mjög gott að vera svona að sitja bara kringum borð og reyna að finna niðurstöður í málum og eins og við auðvitað gerum og þó við breytum formið þá höldum við því áfram en það gerir það verkum að þessar útsendingar og þessar upptökur verða
kannski bara svona, hvað ég var að segja, líta betur út líka. Að það var bara einni mynd í einu og það er bara mynd á púltið og fólk fer í púlt og flyttur sína tillögur eða breytingatillögur eða lýsir sínum skoðunum og málum. Þannig að ég myndi halda að við ættum að þá að stíga bara slík skref leið. Og því að þó svo maður getur nú ég hef skoðað svolítið af beinum útsendingum og líka bara þessum upptökum. Við erum auðvitað með upptökur og allir geta séð þær og að þá þetta nú svona skrautlegt sumt af þessu, það verður nú að segjast þessu bara hvernig þetta lítur út. Þannig að maður vill hafa svona, hvað ég var að segja, þetta sé skiljanlegt form fyrir alla og það sé mjög skýrt það sem að fólk vil koma á framfæri. Þannig ég held að þurfa að breyta forminu líka. Auðvitað erum við frekar lítið sveitafélag og þetta er meira í þessum stærri sveitafélagum þar sem menn fara yfir í þetta, þó er það ekkert algilt. Ég sé til dæmis að í Dölunum og þar eru menn fannin að vera með að taka þetta upp og þar er svona myndin á púltinu og þar sitja menn bara á stólum út í sal og gefa merki og fara svo í púlt. En þetta skiptir máli líka. Það er alveg eins og að komast að góðum niðurstöðum í öðrum málum og þá held ég að þetta skiptir máli að þróa þetta hjá okkur áfram. Ég er alveg á því. Ég held að við höfum svo sem verið að draga það fram að þetta kosti það við þurfum helst að hafa manna á fundinum. Við sjáum til dæmis hérna í dag þar sem við höfum verið á fundi að við höfum gert mörg fundarhli og að því við þurfum bara að ræða málin og eins að stúdera eitthvað, sitt ykkur lægi allavega. Þannig að það þarf einhver að vera í því þá, þannig að þetta sé bara nóg gott. En auðvitað er það alveg hægt. Og eins líka þegar við erum komin með svona mikið af fjarfundum, við erum með gesti í Zoom sem er að koma inn á fundi í okkur, þá þarf í rauninni orðið bara starfsmann til að halda utan um þetta allt saman. En ég held að vera nákvæmt að ræða þetta sem sé þá í leiðinni að breyta þessu og gera þetta enn betra en það er og þetta sé nú ágætt, finnst mér, að þá ættum við líka að ræða það og taka það þá bara með í reikningin, hvað þurfum við að gera til þess. Takk. Það er bara svona aðeins að bæta við þessar beinu útsendingar. Það er líka að hjálpa fólki, finnst því kannski vera meira hluti af því sem er að gerast og mögulega eykur áhuga á því sem er í gangi í lífinu hverju sinni. Það er svona, því að það er rosalega einfalt að fara og ef þú ákveður að horfa á beinu útsendingu þá gerur þú það og þá sérðu þú miklu meira það sem er í gangi. Ef þú ferð og horfir á upptöku þá horfir þú bara það sem kemur til þig. Þú bara svona svolítið leitar að því og restin skiptir ekki. Þannig að ég tel að þetta sé mjög ákvæmt skref í því að auka áhuga líka. Sveitafélag. Takk. Takk. Takstu kvittanlega? Sástu kvittanlega? Nei, ég sá hann ekki fyrirgeðst. Gjör svo. Ég ætlaði bara að lýsa verið ánægð með það. Ég hef svona lesið það milli lína það sem mögulega bara verið að fara út í þetta og þá tek ég alveg heilsugar undir það. Mér finnst það miklu svona skemmtilegri og bæði væntanlega hljóð og annað bara að fólk fari bara í púlt og það getur vel verið að maður myndi fara sjálfnar, það er kannski bara ágætt í sumum tilfellum. Eða ofta. Getur verið, oftar en það. Þannig að ég held að þetta væri mjög gott að taka það bara leið sem sagt með svona framkvæmd fundana. Þannig að já, það er bara virkilega ánægilegt að við förum að fara út í þetta því ég held að þetta sé einmitt eins og Jóhanna sagði, það er ekkert skrítið kannski að fólk hafi lítinn áhuga svona þegar það sér kannski bara einhverja fyrirsættir í blöðum, einhver svona ágreining og eitthvað. Það áttast ekki að því, það er kannski hellins umræða og svona 90% eru allir sammála og vilja koma sveitarfélaginu áfram. Þannig að ég held að þetta og öll þessi tækni, iPad-arnir og podcastin og allt þetta dótari, þú getur hlusta á þetta og þú ert að keyra eitthvað
það sé nú kannski allavega ef það er ekkert útvarp í boði þá getur minnst kosti að hlusta á þetta kannski því að þetta er kannski ekki alltaf að skemmtilegast en það er maður bara myndi vonandi getur maður boðið ykkur bara velkomin inn á 21. öldina, teknoöldina og förum þetta saman eins og þetta er. Takk fyrir. Það er auðvitað nú þegar þetta spilit allt. Þetta er allt inn á netinu. Jú. Jóna, veistu með innlegg? Ég týndi því. Það er bara, já. Gott. Við tökum stutt fundarlega. Til að álusta beina útsendingar fórum upp til atkvæðagreiðslu. Þeir sem geta samþykkt þessu tillögu að gefa merki. Þeir sem er á móti. Tillagan er felld með 4 atkvæðum gegn 3. Það er ég ætla að fá að lesa bókum D-lista. Fulltrúar D-lista styðja heilsugar, opna stjórnsýslu og gott upplýsingaflæði til íbúa. Í ljósi þeirrar könnur sem gerðar meðal sveitarfélaga útfærslu af þessum þætti. Upplýsingagjafarinnar kom fram að til að beina útsendingar gangi vel fyrir sig þá þarf tæknimaður að vera viðstaddur. Því fylgir nokkur kostnaður og okkur þykir þessi viðbót skila ekki mjög miklum ávinningi til íbúa umfram það sem nú er en upptaka af fundum birtist á netinu innan 2 sólarhringa. Við teljum því að ef gera ætti breytingar á núverandi fyrirkomulagi þá væri réttast að taka form funda sveitarstjórnar til gagngerðar endurskoðunar þannig að upplýsingaflæði verði sem best. Umræður skýrar og auðvelt fyrir íbúa að fylgjast með framvindu mála. Björk Reitarsdóttir, Haraldur Eiríksson, Hjalti Tómasson, Ágúst Sigurðsson. Margrét Harpa, viltu? Já, ég ætla bara að fá fundarhlé. Takk, ef ég má. Fundarhlé, samþykkt. Já, og það er bókun frá álista. Já. Sannu. Já, takk fyrir. Bókun álista. Fulltrúum álista í sveitarstjórn Rangárþings Ytra þykir miður að fulltrúar D-lista hafi í annað sinn fellt tillögu sem felur í sér opnari stjórnsýslu og betra upplýsingaflæði til íbúa sveitarfélagsins. Fulltrúar álista fagna niðurlagi bókunar fulltrúar D-lista að taka fundarsköp sveitarstjórnar til gagngerðar endurskoðunar og vænta þess að hluta af þeirri endurskoðun verði að senda fundi sveitarstjórnar út í rauntíma. Fulltrúar álista hvetja fulltrúar D-lista til að setja máli á dagskrá næsta reglulegar sveitarstjórnarfundar og lýsa sig reiðubúin að taka þátt í þeirri vinnu sem því fylgir. Og undir þetta ritum við Margrét Harpa, Steindór og Jóhanna. Takk fyrir það. Við erum við lið 12. Það er endurnýjun þjónustusamnings fyrir ungmennafélagið Heklu. Tillaga sveitarstjórn staðfesti fyrirliggjandi samning orðið að laust. Jóhanna. Ég ætla bara aðeins að rænda aðeins yfir samninginn og ætla bara góða samningur og fínn og allt það. Ég legg aðeins spurnir við 180 iðkendur. Ég langar bara svona rosalega mikill fjöldi iðkenda á barna. Það eru 180 iðkendur á grunnskólaaldri og svo eru fyrir utan það eru eldri iðkendur. Bara svona, þú veist, hvort að við séum eitthvað, það sé eitthvað verið að horfa á þessar tölur, þú veist, það lítur að liggja einhver fjöldi iðkenda upp á styrk, sem sagt. En ég langar bara svona, hvort að, já, ekki það ég sé að fetta fingur út í styrkin, en mér finnst iðkendafjöldin ansi vígalegur í rauninni, ef ég bara segi eins og er. Takk. Takk fyrir það. Ég hef ekki upplýsingar þennan samning varðandi iðkendafjöldan per se. Það er eitthvað sem við þurftum þá bara að athuga. Þetta er bara ágætis ábending þetta. Og sveitarstjórinn er Ég hef svo sem ekki neinu við það að bæta. Þetta er auðvitað það sem að kemur fram í þessum skýrslum sem að liggja á bakvið þetta. Það er alltaf verið kallað eftir skýrslum á hverju ári. En ég hef ekki upplýsingar um það hvort að þetta getur verið rangt. En það er bara ekki að kanna það. Ég bara veit ekki það, ég er ekki viss. En bara svona til að þú veist þess að kannski þá hvort það liggir sem þetta á bakverð að tala um þá að það sé heildarfjöldi iðkenda innan félagsins eða heildarfjöldi iðkenda sem sagt innan hverjar greinar. Vegna þess að auðvitað getum við erum með 180 iðkendur ef hver og einn er að æfa fleiri en eina grein, sem sagt. Þannig að þetta er kannski aðeins svona, þú veist, bara skoða, þú veist,
út af því að hvað eru mörg grunnskólabörn á svæðinu? Þau eru, 220? Eitthvað svoleiðis. Hvað er kringum það? Takk. Já, blasir alltaf við, það lítur að vera þannig og við vitum alveg hvað krakkarnir eru margir hérna og þeir eru ekki 180 en við vitum líka að margur eru að æfa fyrir eina íþrótt sko. Þá getur þetta alltaf tikkað upp sko. Takk fyrir. Takk. Ágúst. Já, það er spurning hvort þau ekki bara fá frekar upplýsingar það en það er náttúrulega búið að margskoða þennan samning og leggja hann fram margoft bæði í tómstundanefnd og funda þetta til hægri og vinstri sko, þannig að ég hef haldið þetta væri réttar tölur sko, hvernig þetta er lagt upp. En ég þori ekki að segja til það, þannig að annarkvort þá ef að þetta hefur þannig áhrif að það hafi áhrif á samningin sem slíkan, þá er náttúrulega ekkert annað að gera en að fresta því